Í dag er aðeins öðruvísi myndband en ég ætla að sýna ykkur hvernig ég þríf húðina mína og við ætlum að fara aðeins í svona dekurkvöld með maska og svona nánar út í húð umherðu. Fyrsta sem ég ætla að gera er að setja á mig þetta hérna hárband, en þetta er ótrúlega næs til að halda öllum hárum frá og þetta er svo ótrúlega mjúkt. Svo er maður líka svona ofboðslega fínn með það. Fyrsta skrefið er Glam Glow Galactic Hreinserinn. Hann sem sagt bræðir allan farðan af húðinni og hann er svona og ég ber hann á þurra húðina. Og svo bleyti ég hendurnar og nudda, þá breytist hann í svona mjólkurhreinsir og tekur allt með göppið af. Næst tek ég svo rakan þvottapoka og strik. Þá er húðin orðin tandurhrein, ekkert make-up eftir. Næsta skref, þá ætla ég að skrúbba varirnar mínar. Ég ætla að nota hérna skrúbb frá Glam Glow. Ég tek bara svona örlítið á nöglana. Og skrúbba yfir. Þessi skrúbbur tekur allar dauðar húðfrumur á vörunum og skilur þær eftir svona silkimjúkar. Fyrsta skrefið áður en ég set maska er Origins Mask Miser. Maskimiser, kann ekki segja þetta. En þetta er allavega maska primer, þetta sem sagt undirbýr húðina fyrir ásetningu maska. En það er ekki mælt með að nota þetta áður en maður notar peel-off maska. En ég ætla að nota detox maska, þannig að ég spraya þessu. Svo er mælt með að klappa svona létt á húðina. Svo ætla ég að nota detox maskan frá Madara. Ég dreg alltaf maska og allt sem ég geri við húðina örlítið niður á háls. Þessi maski sem sagt hreinsar svitaholurnar, minnkar bæði bólur og fílapensla og svo hérna leðjan í maskanum, hún dregur í sig eiturefni sem hafa safnast fyrir í húðinni bara úr umhverfinu og eyðir þeim. Svo veitir þessi maski einnig raka og ljóma. Þessi maski er sem sagt líka án parabena og hann er vegan, sem er geggjað. Og ég gleymdi að segja en hreinsirinn er líka sem sagt án parabena og sulfates sem er mjög gott. Það er gott að reyna að sniðganga þessi innihaldsefni eins og maður getur. En nú býðum við bara í cirka 5-10 mínútur og svo hreinsum við þennan maska. Það er alltaf í lagi að taka maskan af þótt hann sé ekki orðinn þurr alls staðar. Og besta leiðin til þess að taka hann af, finnst mér, er að taka vel volgan og vel blautan þvottapoka og halda við húðina. Og svo draga. Þá nær maður sem mestu af í einu.
Maskar geta stundum erft húðina örlítið og skila hana eftir svolítið rauða. Þannig að mér finnst best að taka svo ískaldan þvottapoka í lokin og aðeins að halda honum á húðinni. Þetta bæði hjálpar við að loka svitaholum og að róa húðina. Næst ætla ég svo að nota Nip and Fab Glycolic Fix. Þetta inniheldur sem sagt 6% glykólik sýru sem hjálpar við sléttun húðarinnar. Svo inniheldur þetta einnig salicylic acid eða salicylic sýru sem hjálpar við endurnýjun húðarinnar og efni sem heitir allantoin sem róar húðina og verndar hana. Það mælt með að nota þetta 2 til 3 sinnum í viku. Maður getur notað þetta á bómull eða ég ætla bara að nota þetta í hreinan þvottapoka, hreinan og þurran, til þess að spara bómullinn. Setjum bara örlítið í þvottapokann og svo ætla ég bara að strjúka yfir. Næst ætla ég að nota Arctic Elixir serumið frá Skin Iceland. En þetta serum virkar rosa vel á þreytta og þrútna húð. Þetta inniheldur bæði peptíð og efni sem vinnur gegn áhrifum streitu sem geta verið skortur á ljóma, ótímabær öldrun og alls konar áhrif. Þannig ég tek bara eina pumpu af þessu og ber yfir allt. Næst ætla ég svo að nota Pure Cloud krem frá Skin Iceland. Þetta ofboðslega létt en samt sem áður ótrúlega raka mikið krem og ofboðslega gott sérstaklega fyrir veðrið okkar hérna á Íslandi. En þetta veitir vörn gegn vind og alls konar veðurfari. Maður þarf ofboðslega lítið magn af þessu kremi, það mjög drjúgt. En Skin Iceland vörurnar eru sem sagt án parabena og eru vegan. Og það er ofboðslega gott að muna alltaf eftir hálsinum. Svo ætla ég að nota Nip and Fab augnkremið. Við setjum augnkremið undir hér og örlítið upp á augabrúnabeinið. Þetta augnkrem sem sagt vinnur gegn þrútnum augum og dökkum baugum. Og má nota bæði morgna og kvölds. Síðast en ekki síst ætla ég að nota Kysstu mig varsalón frá Sóley. Sérstaklega mikilvægt að veita vörunum raka eftir að við vorum að skrúbba varirnar áðan. Og þá dekurkvöldið mitt komið. Takk fyrir að horfa.